Fyrstur á mælendaskrá Magnús Orri. Skram, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég vil byrja á því að þakka hagsmunasamtökum heimilanna og nota þetta tækifæri til þess að þakka þeim óeigingjarnt grasrótarstarf á undanförnum misserum þegar barátta hefur skilað sér í umræðu í samfélaginu að styrkja þurfi og beri stöðu skuldara og það vel. Og þar eiga hagsmunasamtökin mikinn hlutamáli. Það kemur fram í þessari skýrslu að bann á verðtryggingu myndi hafa í för með sér hærri greiðslubyrði fyrir lántakendur, væntanlega hærri vexti eins og talsmaður neytenda kom hér inn á. Sú hugmynd að setja 4% þak á verðtryggingu myndi sömuleiðis hafa í för með sér að einhver þyrfti að greiða endurgjaldið af því að lánveitandi myndi taka á sig óvissuna, því að það vissulega óöryggi fyrir lánveitanda að hafa þak á verðtryggingunni. Þannig að lántakandinn myndi þurfa að greiða einhvers konar endurgjald fyrir það. En því hjá hagsmunasamtökum heimilanna leggið til að verðtryggingin sé afnumin. En mér langar þá að spyrja frekar það hvernig þið sjáu það fyrir ykkur í framkvæmd, því að ég óttast að það verði erfitt að taka lán á Íslandi verði verðtryggingin afnumin miðað við óbreytta stöðu, og hér er ég alltaf að sjálfsögðu tala óbreytta stöðu skipan myntmála. Því að sá sem lánar þarf öryggi og ávöxtun. Ég meina lífeyrissjóðir okkar standa á bak við þau lán sem eru veitt. Þeir þurfa að standa að skila á lífeyrisgreiðslum, og fái þeir ekki örugga ávöxtun á sitt fjármunn munu þeir annarkvort þurfa að hækka iðgjöldin eða skerða réttindin. Afnámið myndi sömuleiðis þýða það að lántakandinn myndi þurfa að greiða himinháar afborganir í upphafi, vegna þess að eins og staðan í dag að þá fáum við lánað fyrir vöxtum og verðbótum og það fer inn í lánið, og sömuleiðis er þið vextir hærri. Því vil ég spyrja hagsmunasamtökin, hver er ykkar staða eða skoðun á hver er í raun og veru rót vandans, og ég spyr þá í framhaldinu af hverju leggist ekki árarnar með því að fara virkilega að við veltum fyrir okkur hvernig getum við skipað hér myntmálum í þessu landi í betri farveg til langs tíma. Gjörðu svo vel. Já, þetta nú byrjaði því að þakka fyrir að fá að vera hérna og kynna. Magnús fór yfir margt, talaði óöryggi lánveitenda. Það kemur hérna fram í þessari blessuðu skýrslu að það er eins og verðtryggingin eigi að aðstoða fjárfesta að finna áhættulausa fjárfestingaleið. Það á ekki að vera til neitt sem heitir áhættulaus fjárfesting, en það er aftur á móti eins og það skiptir mestu máli að það sé óöryggi lánveitenda, en hvað með óöryggi lántaka? Skiptir það ekki jafn miklu máli? Þú ferð að tala lífeyrissjóðina og segja að þeir fá ekki örugga ávöxtun. Ávöxtun lífeyrissjóðana á árunum 2001 til 2007 var miklu meira í óverðtryggðum eignum heldur en verðtryggðum. Það var eiginlega orðið svo svakalegt hjá þeim að þeir eru að selja hlutabréf í fyrirtækjum vegna þess að hlutabréfin hækkuðu of mikið í verði. Þau voru farin upp fyrir eignamarki sem þeir máttu að hafa. Þannig að ég get ekki séð að það verði neitt vandamál fyrir lífeyrissjóðana ef þeir eru í heilbrigðu umhverfi að fá fjárfestingarkosti sem eru nógu góða fyrir það. Rót vandans liggur ekki í því að við erum með krónuna, ef það er málið. Rót vandans er það að við högum okkur alltaf eins og að við getum farið hvernig sem er með krónuna. Ef við ætlum að skipta gjaldmiðil, sem náttúrulega svo sem allt í lagi að hugsa það, að þá verðum við samt að horfa til þess að við verum að byrja að haga okkur miklu fyrr, eins og við séum að fara að skipta gjaldmiðil. En við getum ekki bara skipt gjaldmiðil og ætlum svo að fara að haga okkur eins og við séum komið nýja gjaldmiðil. Þannig að við verðum, rót vandans er það að við hugum okkur á óábyrgni, og við verðum að fara að byrja að haga okkur eins og við séum ábyrg þjóð.